Já, það oft þegar að lömb eru dregin út aftur á bak þá þarf að nota mikið átak og það getur að sjálfsögðu verið mjög erfitt fyrir lambið að reyna að jafna sig ef það er dregið út á löppunum og eins náttúrulega ef það er bara haldið utan skinnið eða hérna skrokkinn og tekið á því, getur það verið mjög erfitt fyrir lambið. Og eitt sem að margir gera er að vefja handklæði utan lambið til þess að draga það út. Og hugmyndafræðin á bak við það er að jafna átakið á lambið. Getur svona reynt að útskýra þannig að ef að ég er bara með puttana hérna á lambinu, gref mig niður og toga í það, að það fer svo illa með að átakið er svo samþjappað á okkurat staðina sem að ég set puttana á, eða til dæmis ef ég myndi halda í skinnið svona, en svo ef að það er sett handklæði utanum og svo tekið á því, í rauninni bara togað, annarkvort hugsanum bara svona eða svona, þá næst meira grip í rauninni allstaðar. Það er í rauninni allstaðar sem handklæðið snertir, að manneskjan togar mikið til í sjálft handklæðið og það togar sig inn í lambið og þá dreifist átakið betur á allan skrokkinn og alla húðina hjá lambinu. Og þetta sést til dæmis líka að reki sig á það þegar ég hef verið að setja leg aftur inn í skepnur, að þegar maður er að ýta bara með fingrunum, að þá finnur maður hvað það tekur miklu meira á þessa ákveðnu punkta í leginu þegar maður ýtir inn, með það að þegar maður er svo með handklæði að þá fer það miklu betur með legið sjálft, af því að bara átakið verður jafnara og maður grefur sér ekki jafn mikið niður í vefinn.